Matti, tap fyrir Skallagrím hérna í dag. Hvað fer úrskeiðis svona hjá ykkur? Það bara, fyrsta korterið í leiknum. Ég veit ekki hvort þú hafi séð fyrsta leikluta, þeir skoruðu 40 stig, alltaf 50% hraða. Og ég sagði það við Sunnlenska eftir FSU-leikinn að ef við látum liðið fara 20-25 stig fram úr okkur, þá erum við ekkert að fara að ná að vinna það niður. Ég meina, við náum við vinnum þriðja leikinn með 17 stigum, reynum að berja okkur inn í þetta og setjum fullt af flottum skotum allt það. Það er bara, krafturinn okkar þarf að geta farið í það að vinna tætleik í endan, skilurðu. Þið náðu, eins og þú sagðir, frábæran þriðja leikluta. Hvað finnst þér þið ná að bæta þar? Það ég meina, ef þú bara ber saman liðin, þá þeir náttúrulega bara betri í körfubolta. Og þegar einhver betri en þú í körfubolta, þá þarftu að vera betri í öllu öðru sem kannski ekki talent. Við þurfum að höstla meira, við þurfum að skutla okkur á alla boltana, við þurfum að róteita ekstra hratt. Það þarf að vera bara ekstra effort í öllum þessum, skilur, eins og í Al Pacino-ræðinni. Og ég tók bara Al Pacino-ræðina og það skilaði sér í því að við náðum svo niður fyrir 10 stig. Þetta var mjög skrítin leikur og ég held að þriðji leiklutan hafi verið svona 3 klukkutímar, þá flautaði ykkur einustu sókn. Hvernig var það svona fyrir því að reyna að þjálfa þetta? Náttúrulega kannski ekkert út á dómarinn að setja þannig, en ég veit að þeir eru að gera sitt besta. Það verður bara að vera einhver lína. Þú getur ekki hoppað á milli. Þú getur ekki verið bara með, dæma á allt og svo allt í einu, þá ferðu bara ekki að flauta á neitt og leikurinn fer út í slagsmál, leikur við báðum megin, það þarf að setja línu og halda þeirri línu og ég meina það svona kannski bara það sem þeir eru ekkert betur við það heldur en við, skilur. Það bara, ég meina ég í smá kjaft og ég fæ aðvörun, skilur. Finnur sem spilaði 100 ára í úrvalsdeild og fyrstu deild og ég veit ekki hvað, búinn að þjálfa á þau. Hann rífur kjaft 10 sinnum og bara róaði niður, Finnur minn. Þetta náttúrulega bara munurinn, við fáum ekkert respekt en vorum við ekki til fyrir 3 árum, þannig að það alveg skiljanlegt. Fjölnir í næsta leik sem lið sem á svipuðum stað og þið, það verður hörkuleikur. Já, sýnist svona Vestri, Breiðablik og Skallagrímur vera topp 3. Eins og staðan akkurat núna, IA og FSU er þetta eftir að rífa sig upp, en FSU og IA kannski búin að standa sig 0-5 meðan bæði. Og þar eftir bara pakki og ég meina, mér finnst bara 4. sæti ekkert óraunhæft eins og við lögðum upp með byrjun móts. Við erum bara going fyrir þetta 4. og 5. sæti og næstu leikur eru Fjölnir og svo Snæfell held ég. Þetta eru bara liðin sem við erum að fara að taka leik á móti. Við erum að fara að vinna báða leikina næstu helgi. Það eru 2 leikir á 3 dögum, það verður geggjað.